Já, góða kvöldið og verið hjertalega velkomin til Fuji hér í Japan þar sem við ætlum að fylgjast með þriðju umferð í fyrstu deild og hjá mér í kvöld situr hann Brynjólfur. Hvað segirðu, Brynni? Velkomin til Japan. Takk fyrir, já, það alltaf gaman að fara til Japan og við sitjum hérna í Suðursveit og þú Akureyri. Já, nákvæmlega, þetta svona multikontinental. Já, en það bara tilökun fyrir keppni kvöldsins. Klukkutími á Fuji, var sjálfur að berjast þessa braut ásamt þér í gær. Og þetta skemmtileg braut, þetta skemmtileg kombo. Ég hef ekki alltaf verið aðdáandi GR2 bíla en ég tók svolítið í sátt á þessari braut fyrir undirbúning á þessari keppni. Já. Ég hef alltaf verið svolítið hrifinn af Group 2. Ég er gaman að keyra og svona skemmtileg tilbreytni frá Group 3 sem að maður keyrir nú oftast. En já, þetta líka skemmtileg braut sem að hún hefur ekki verið lengi með á dagatalinn hjá okkur. Það er orðin alveg einhver season síðan að við kepptum á Fuji. Já, ég kann við þessa braut. Hún er teknísk og hún er skemmtileg og krefjandi og það getur ringt, hver veit. Þetta er skemmtilegt, hún er líka sko rosalega kaflaskipt. Helmingur brautin er bara bein píla. Svo koma svona zigzag beygir sem eru kannski svona hefðbundnar rallybeygjur eða kappelsbeygjur. Svo kemur bara algjör zigzag dans. Já. Það reynir mjög mikið á hæfni bílstjórana og náttúrulega eiginleika bílsins á svo marga vegu. Algjörlega, þú ert með svo margar ólíkar beygjur. Off-camber og upp á við, hæðir, þú veist, maður þarf að flýta sér hægt þarna á miðjukaflanum á vissum stöðum og seinni part brautarinnar áður og ferð á beinakaflan aftur og þú veist, flæði skiptir máli. Já, það eru beygjur hérna, þú ert með eina í hornum bara á brautina. Þú er fyrsta gírsbeygja, fyrsta beygja. Svo ertu með sko annan fyrsta gír hérna, held ég sé 5. eða 7. beygja og svo ertu með 2-3 fyrsta gírsbeygjur. Þetta er mjög óalgengt að þú sett með 4-6 fyrsta gírsbeygjur í einni braut. Já, algjörlega. Nú áður en að við skellum okkur í tímatökur sem að byrja eftir 9 mínútur, þá kannski skulum við byrja því að þakka hérna þeim sem styrkja deildina okkar, en það er Arctic Iceland, Gullfiskur, Lavasjó, Kraftey, Kraftvélar, Game TV, Auto Center, Classic Detail, GT Akademian, Kaldi og Verkfærasalan. Við þakkum þessum fyrirtækjum kærlega fyrir stuðninginn. Heldur betur. Þetta er hérna bara, held ég, peningur vel varið að taka þátt í að styrkja þessa deild. Það er alltaf meiri áhugi. Við sjáum það í opnu deildinni sem við vorum að keppa í gær. Það er sitið vel sæti. Þetta er nú bara ánægilegt vandamál. Komast hérna færri en vilja það var eiginlega akkurat í gær sko. Í fyrstu keppninni þurfti að vísa, eða semst í keppni númer 2 þá þurfti að vísa frá af því að það voru margir og hérna ég var nú búinn að ákveða það, ég ætlaði nú ekki að keyra ef að væri fullt lobby, þannig ég beið alveg hangað til að það voru 5 mínútur í start á qualifying til að sjá hvort það væri laust pláss og það var 1 pláss eftir sem ég ákveði að grípa. En hérna, já, þetta er svona Group 2 og Fuji, þetta heillaði pínu, en ég lofa að blanda mér ekki meira í opnudeildina. Þetta var nú bara svona. Mér langar að nota tækifæri, það er þetta 8 mínútur í lýsingu, í ræsingu skulum segja, að spyrja þá sem heima sitja hvernig hljóðið okkar er að berast heim í hús. Það er gott að reyna að vinna í svona hlutum áður en spennan hefst að alvöru. Já, heyrist ekki bara vel í bílum og okkur líka? Þarf að hækka í einhverju eða lækka? Ég er með tjattið núna, mjög gott hljóð, segir Ívar Eyþórs. Takk fyrir feedbacki, Ívar. Maður er orðinn sjóaður í þessu eftir nokkur season, sko. Þetta er svona, ég held að maður sé að vera að koma með magic touchið á þetta, sko. Það er alltaf gott að hafa aðstoð þarna á kantinum, sko. Tjattið hefur oftar en einu sinni ekki bjargað okkur. Já, ég er með þetta, já, heldur betur og mér langar að henda hérna einu út
sem held ég hafi ekki verið gert áður. Mér langar að heyra spá manna á strategíur, dekkjastrategíur. Þetta hard, medium, hard, medium, hard, medium, medium? Það ekki verið réttir röð. Ég heldur við séum að fara að sjá eitthvað soft í kvöld. Ég held ekki. Ekki svo. Sko, miðað við hvað maður gæti keyrt lengi á medium dekkjunum, þá held ég að sé alveg possible að því að ef að bensín leyfir að taka hard, já, til dæmis, það er gaman að heyra hvað mennu finnst. Þetta eru efri deildum að spá. Við vitum minnum þetta því við vorum í minni deildinni hana sem við gerum bara 50% bensín. Það er gaman að heyra svolítið frá menn sem eru búin að ræða þetta og að sjálfsögum má fylgja með spá fyrir top 3 í kvöld. Ég prófaði að keyra sko 15 hringi á medium. Þau voru nú aðeins farin að hægja á sér hann að síðustu 2 hringina, en ef ég get keyrt 15 hringi á medium og á smá eftir, þá myndi ég halda að ég geti náð 20 á hard á þess að vera vissum það, en harddekkin eru samt alls ekki svo slæmir og þau eru alveg nokkuð góð og sérstaklega eftir nokkra hringi við búin að hitta þau upp og bíllinn aðeins svona léttast, þá setur maður alveg fína tíma á hard, þannig að who knows? Takk undir sem þú segir, þá er þetta einn svo braut sem munar eitthvað minnst á medium og hard tímum. Þetta stýr svo mikið með að negla beigunar og meira heldur en dekkin, bara þetta er einu bremsupúntana. Þú getur lát og þú ert ekkert að missa svo mikið tíma að vera á hard versus medium. Það er þessu toppnöglum, skilur. Toppnaglar geta krist frá mótum hluti. Það er bara þannig. Dekkjakvíslarnir ætti alveg að geta þetta klálega. Já, og líka og ekki missa þetta ómikið tíma. Það er það sem ég er að benda á. Þú getur alveg verið nokkuð segur á hard í langa tíma miðað við medium anstæðing. Það er byrjað þetta innan okkar spár, ef ég farið yfir það. Já, endilega. Hann Jói Egils, hann er að spá hérna Jón Þóri fyrsta sæti, Himmi í öðru og Davíð í þriðja. Jón Odds Fríðarsson, Himmi, Jói, Ari. Nú talar við Jón Þór. En svo er Hannes Sigurinn frá því í gær í annar deildinni, hann segir Davíð, Toppi, Viktor. Annars talandi Hannes, hann átti glæsilegan akstur í gær eftir Arfa, ég ætla ekki að segja slakan, heldur óheppilega fyrsta hring, fyrstu beygju. Á síndar bara sitt mátt og beginn og ansi upp og tók þetta glæsilega. Já, en það er hörkubarátta í deildinni hjá okkur fyrsta sætið og efstu sætið, en Jón Þór, hann vann fyrstu keppnina og var í öðru sæti í keppni nr. 2 á meðan að Davíð Adams var í öðru sæti í fyrstu keppninni en vann keppni nr. 2, þannig að þau eru báðir með 1 sigur og 1 silfur á bakinu. Nú Oliver komst á pall í síðustu keppni og er í 3. sæti í deildinni, en það er Jón Þór sem leiðir með 1 stigs mun af því að hann átti hraðasta hring í fyrstu keppninni, þannig að hann hefur hann 1 aukastig á Davíð, en annars er þetta nokkuð jafnt bara í fyrstu 4 sætunum myndi ég segja. Hilmar kemur síðan 4. Já, hann er nokkur stigum fyrir aftan, en já, þetta virðist vera hörku barátta fyrsta sæti. Jónæ misti af síðustu keppni, hann var á pódiumi maður rétt í fyrstu keppni. Þannig að það er allt, það er að keppa. Svo er líka hérna skemmtilegt þegar að koma hérna í netspjallinu, það er hver er Jói, það er Mr. J og svo er Jón Brynjar. Það er beðið nákvæmari útlýstingar á því. En þetta er bara alltaf gaman skert og styttist í þetta. Búin að setja hérna inn, tryggja minna aðvörun. Já, akkurat. Bara svona smá heads up. Þetta er að fara að gerast, en já, það er möguleiki á rigningu og það er ekki ennþá búið að koma almennileg rigning. Smá væta hana á æfingum í gær, en það er aldrei að vita, kannski verðum við heppin eða óheppin, það fyrir eftir hvernig lítur á það.
Já, fyrir eitthvað hvernig keppindur lísta það, sko. Okkur áhorfendum finnst það alveg tímalaust var það skemmtilegt. Algjörlega. Það virðist nú vera bara létt skíðað, en það segir undir ekki neitt. Nei, það sem ekkert endilega marka, sko, en síðan endurstillum við lobbyið náttúrulega á annar herrlega heitin byrja og þá getur bara eitthvað allt annað verið í gangi. Þetta lítur ákveðlega út eins og staðan núna. Annars verður við svolítið mikið í Japan núna á næstunni. Ég held að næsta keppni sé Suzuka. Líka í Japan, ef ég man rétt. Já. Svo verður við í Tókjó síðan mér. Það er ágætt að vera með góðan díl. Booking.com á góðu hóteli í Japan. Og voru ekki fara að bóka neitt með Play. Það er ekki og það er enginn búinn að vera með enginn með miða á Play. Segðu. Það er ljótt að gera grín að þessu, það er enn svona þetta. Já, það er svona lífið bara. Það verður að taka sykurinn úr saltinu. Það er ágætt að við erum að gera það hérna í netheimunum og ekki að spandera í flugferðir á þessum hörðustu og verstu tímum. Já. Algjörlega. Nú er einmitt í þetta. Ég veit ekki með þig, ég var byrjað að taka þann pólinn á það þegar maður að sýna fræfingunum að ekki sýna neinar upplýsingar með tíma, bara svona að hafa þetta meira spennandi. Ég veit ekki hvernig þú ert að stilla þessu upp, þú ert að sjá það sem fólki sér heima. En það er kannski orðið svolítið seint, við höfum það kannski huga bara næst. Hvað segirðu að? Þá sýnir maður ekki neitt upplýsingar tíma. Já, ég veit ekki, það þurfa ekki allir að gera það eins. Mér finnst gaman þessu tímana, sko. Já, en það er þetta eðilegur spárnar, sko, þá sjá allir hvernig þeir eru æfir. Harri, ég ætla að setja það kól í. Herru, kílum í gang, það er komið að tímatökum. Let's go. Er ekki annars að allir komnir hérna? Ég hef glemt alveg að fara við það, vantar einhverja? Ég veit að það eru forföll, ég veit að voru forföll. Brynja Péturs er missing, þannig að fyrir utan hann þá vantar einn. Það var forfallaður, já, Brynja var búinn að afbúða sig. Hann var búinn að afbúða sig að Brynja Péturs. Þannig að það er spurning með, já, ef einhver annar, þá hefur hann næstu 10 mínútur til að mæta og er þá bara... Það verður bara að byrja aftur. Og byrja aftur, það er bara svoleiðis. Mér finnst það alveg vera meir en nægur tími til að mæta send, að rúmar 10 mínútur. Já, 12 mínútur, já, 10 mitt. Já, ég tek undir það. Ég ætla að rúlla aðeins yfir hérna. Svona í gróðum dráttum. Hvað bílum henn á? Ólífer er hann að fremstur. Hann er á Hondu NSX. Ólífer fremstur, ég er náttúrulega líka tóma ruggli að mér. Nei, alls ekki. Þetta fer allt í ruggli, sko, þóttilega að þetta lagast á fyrsta tíma tökubelti. Já, þetta er komið í lag núna. Ég var að reyna að komast áfram upp listan og ég fór alltaf bara niður og niður. Þetta var skrítið, en þetta er nú bara áklepp, þannig að við erum ekki að missa að neinu. Þetta er nú mjög einfalt. Það eru allir top 10, 11. Það eru allir á Hondu NSX nema Hilli. Já. Hilli er á Nissan. Það var svolítið mikið Hondu líka í annar gær. Þetta er svona, já, en menn er alveg vel að Nissanin líka á Lexusin. En Hondan er kannski einna vinsælust. Ég valdi samt Nissan-móin út af að mér fannst að fara betur með bensin. Já. Það var bara ég, það er kannski minn Axel-stíl að deila með þetta. Já, en hérna sjáum við Jón Brynjar, hann er búinn að starta sinn fyrsta flying lap. Já. Hann er með 19,9 fyrsta millitíma, það er mjög teknikal á þessu. 19,8. Mr. J, Ari, 20, Toppi, Thompson, 99, 20,
Jón Brynjar, Mr. J virðist að byrja bestur 19.8. Ég svona að fylgjast með tímanum hann á fyrsta tímatökusvæði. Og Mr. J, hann að taka, það ekki neitt að ógna því á fyrsta tímatökusvæði. Oliver, hann 20 og hann með 21 plus. Hann að kæra hérna, sáum við mjög tekniskan kafla. Sindri 19.8, Hilli, hann 19.8, það Mr. J var með langt besta milltíman á fyrsta tímatökusvæði. Nú fer þetta að skýrast. Hver var fyrsti tíminn? Þannig sjáum við Mr. J, Jón Þór, og hann bæti tíman alveg 07. 1.28.1, hörku tími. Byrjar þetta vel, Ari Lyngdal kominn upp í annað. Þessi tími eftir að lækka. Menn eru ekki að finna sig á fyrsta hring, margir hérna byrjuðu fyrsta tímatökusvæði illa. Þessi, sko, það erfitt það auðvelt að klúðra hringnum á þessari braut, þú veist, þetta eins og við komum inn á hann, það er mjög margar teknískar beygjur í þessari braut og það getur alveg verið mjög auðvelt að klúðra hringnum, þannig að Jón Ægir, ákveð þú sagðir þetta, Jón Ægir að snýr sér, fór bara í pitt, byrjar aftur á nýjum átla. Var þetta nokkuð bölvun? Ég spáði þetta farið blaðurspölvun meina ég. Þetta lágar 27, ég ætla að spá því. Ég var að reyna að þýða hérna commentators curse yfir í hérna þáttarblaðurspölvun. Lýsendabölvun. Já. Þáttarþvaðurspölvun, já, það líka heldur gott. Blaðurspölvun, svo það sé nú hrynjandi í þessu. En, nei, commentators curse kannski best eins og hún sögð á Engilsagningaskunni. Herru, skulum sjá hérna, Jón Þór að koma annar hring, hann að bæta sig. The curse of the commentator. Nei, hann bæti sig ekki. Ég að fylgjast Viktor, hann í öðru sæti stendur, hann að koma yfir hálfstrímuna hvað hverju? Ég verð að segja að ég býr hrifinn af þessu Benson & Hedges livery sem hann með. Hver þá? Viktor. Já. Þetta hérna gamla Jordan-lúkið. Nei, komin í efsta. Já. 1.27.8. Ég alveg nokkuð sannfærður að þetta livery alveg 0.2. Já. En ég spái þetta endi í fyrir neðan 27.5. Já. Ég get alveg trúa því sko, en þetta langt frá einhvern tímum sem að ég hef séð á braut sjálfur sko, þannig að Já, ég alveg með þér liðið þar sko, ég á ekki drekkið þetta. Það þarf að æfa sig talsið meira en 2-3 daga. Þessi hverju leggja miklu vinna á sig. Algjörlega, þetta þegar þú komin í efstu tvær deildina þá skipta tímanu sem þú setur í þetta töluvert miklu máli því að það dugar ekkert hálfkák. Nei. Ekkert hálfkák, ekkert kjaftaði. Það oft þannig að það sem eyðir mesta bensininu Herra Jóð. Já. Og hvað? Hann bæti sig en ekki nema 300-stu. Það er ekki nóg. Viktor Hvað að frétta Jóna? Hann kominn á Sitting pretty. Jóna mjög svipaður á sínum tíma. Hann 700-stu frá sínu besta. Hann gæti nú ennþá átt góðan. Sko, hægikaflinn sem koma hérna og sem við erum að horfa á Jóna í núna, það lígilega hægt að vinna upp mikinn tíma á þessum hægu beygjum. Það oft hægu beygnar sem að gefa mesta tækifærið á að vinna upp mikinn tíma. Og stundum skilji ekki af hverju mig gegn velur. Skilju, það svo fáránlega hægar beygnar, stundum einhvern veginn næri eitthvað svona pínu nikk, en ég ekki nægt að herma eftir þetta, ég veit ekki alveg hvernig voru það. Nei, þetta hefur eitthvað að gera með hvernig þú tengir þessar beygjur saman. Þetta svo mikið siksak og svo mikið flæði
að sko, ef þér finnst þú vera að keyra hratt, þá ertu hugsanlega að gera mistök, en svo kannski fer maður í gegnum þetta og skilur ekkert akkur maður svona fljótur, en þá er þetta bara fyrir hérna laust og gott flæði og áður vissir þá á vannstu upp halva sekundu, þú veist, þetta er svo líka, akkurat þannig kafli. Fjórum góðum, en svo eru fjórar eftir, þú veist, og það finnst að vera góðar, en það voru ekki alveg nógu. Akkurat. Þetta er svo tricky. Davíð Adams, hvað er að frétta á honum? Hann er 7. í tímatöku eins og alveg rúmri hálfri sekundu frá besta tímanum. Hann vann síðustu keppni, vill eflaust koma sér aðeins ofar upp listan. Ég að fylgst með herra Jóhann hérna, fara yfir rásirna. Já. Hann bæti sig ekki. Nei. Herru, Davíð Adams er á fjólubláum. Hann er á fjólubláum og er að koma inn í hægubeigunar. Akkurat beigunar sem ég var að tala um hérna áðan. Það er hægt að græða mikið hérna á sama tíma, það er hægt að tapa miklu. Það snýst allt að tengja beiguna rétt saman og halda flæðinu og ekki hægja ómikið á sér. Og að sjálfsögðu gera engin mistök. Og svo náttúrulega síðasta beigjan að setja sig upp fyrir gott exit. Þetta er langur beignkafli sem að... Ói, hvað er það að gera, Davíð? Fór hann út af með öll dekkin? Jónæði bæti sig en ekki nóg. Fær hann sagt eða sleppur hann? Hann sleppur. Já, þetta er mjög rúmlega. Hann fyrir upp í 3. Þetta er alltaf að koma, en hann fór vel út fyrir þannig, sko. Nú erum við á síðasta hring, hafa þið það? Já. Nú eru síðast að fara yfir ráslínuna. Og Hilmar er í öðru og Jón Þór, Mr. J, er í því 4. Þannig að þetta getur verið svolítið áhugaverð uppröðun á ráslínuna að þeir tveir sem eru búin að sigra keppnir séu í annarri röð á ráslínu og Viktor og Hilmar fremstu. Það geti verið svolítið krydd í þetta. Hilmar klára 62, hann er á fjólblóm. Herru, hann var að bæta sig en Jón Þór, hann hoppar upp í annarsætið. Hann er rúmum 10. hluta fyrir aftan Viktor. Þetta er alltaf að gerast þetta maður. Ég er að fylgjast með Hilmari, hann var á fjólblóm eftir 2 sektora. Hann er að klára S-in, zigzagið. Þetta er eiginlega ekki svona S, þetta er zigzag. Þetta er svo rosalega þrönga beygir. Siggir í zigzag. Já. Algjörlega. Þá var mann hérna stendur hann flatan. Hann er með rosalega hjálm. Þetta er síðasta tilraun. Vel gert! Og ekkert smá, 0-4 bætir tíman. Og hann gerði þessi. Og Davíð bætti líka, en ekki nóg. Það er alltaf að gera. Þetta er síðasti hringur núna hjá öllum. Þú sagðir að fer undir 27,5 og hann er 4,99. Það gæti ekki minna minni. Hvað gerir aðri? Sjáum við að Viktor er að koma í síðustu beina. Það er ekki bætt sig. Hvað gerir Viktor? Nær hann að skjótast upp fyrir aftur? Toppi Thompson, það er ekki bætt sig. Það eru ennþá 4 á brautinni, heitir. Viktor sýnist mér ekki að vera að bæta sig. Nei, Viktor, ekki bætt sig. Nei. Mr. J. Hvað gerir Mr. J? Hann bæti sig, en ekki nóg. Herru, Davíð Adams er komið upp í annarsætið. Þannig að Viktor er 3. og Jón Þór er kom 4. Spáum við rættist. Ég var að ræðum sviftingarnar hérna á síðasta hring. Mér langaði líka bara að þakka Hilmari persónulega fyrir að hafa látað spá minni rætast. Já, ekki. Þetta var bara... 1000. hluta. Þetta er já, hann bætti það sem þú sagðir 1000. Það var svo nálægt. Já, ég spáði að myndi fara. Hann fór eins nálægt í. Bara basically. Þetta er ræðislegt. Þetta var gæt. Herru, þetta er nú bara skemmtilega tímatökur og skemmtilega uppröðin hérna. Klárast ekki tímatakan, það er eitthvað í pitt. Já. Jón Brynjar vissulega skerðu úr pitt og herri okkur. Það klárar sjálfur sér. Geggjað, herðu, bara... Og þá þú ferði yfir bara niðurstöðunar og ég endur til í lobbyið og kemur svo allt í gyrinn. Akkurat.
En hérna höfum við listan yfir tímatökunar og það Hilmar sem setti hennar dundurtíma 1:27.499. Rétt eins og Binni sagði, tíminn fer undir 1:27,5 og hann gerði það með 1.000 hluta. Gat ekki verið minna. Herru, Davíð Adams, einni á Hondu NXX fyrir Kalda Racing. Hilmar náttúrulega í B6 Racing, hann í öðru sæti. Viktorsson Revu í þriðja og Jón Þór sem leiðir deildina eins og staðan í því fjórða. Oliver Nói í fimmta, Hilli D í því sjötta, Jón Ægir sjöundi, Toppi Topsson áttundi, Ari Lyngdal níundi, Sindri Rafn tíundi, Jón Brynjar 11. og Carlos sá 12. og þetta uppröðunin og hvað við að horfa á hérna? Erum við að tala um rigningu, krakkar? Ekki segja mér, oh my god, nei! Ég var fyrir mér. Herðu, það qualifier og race. Ég þarf að breyta settingunum. Í miður. Þetta verður að practice race. Þetta skelfilegt að... Það hérna, fólk alveg stökk upp úr stólunum. Það rigning. Nei, það voru smá mistök hjá starfsmannaplani með lobbysiglingarnar. Biðjumst afsökunar á því. Þannig að þetta ekki staðfest ennþá, þetta regn. En who knows, kannski verðum við bara... Hvað í gangi hérna? Það ekki að lótast. Ég sammála þér, Ívar. Þetta agalegt, það kitlar mann svona. Það ekki hérna að lótast. Jú, settum á post, þetta kemur þetta. Ég bara byrði störfið en svona, þetta bara random, við veitum ekki hvað gerist núna. Og það verður... Æjæjæjæjæj. Æja, mátti reyna. Já, allir þurfa að fara inn. Gosh. Allir þurfa að logga sig inn. Og skrifa það bara. Að þið þekki þetta. Úff. Já, mennir hérna að byrja að svitna. Það að gera aftur reset. Það að gera 3 reset út af þessu. Jón Brynjar, fílukall. Nei, hérna Jón Ægir. Skil það vel. Jesus. Já, menn þurfa að lokka sér allir inn og við byrja að breyta röðinni. Þá getum við ekki að segja þetta. Það 4 mínútur í reisi. Við byrjum 21:50. Ég held samt að meiri hluti keppanda sé alveg pínu glaður. Og svo eru nokkri sem alls ekki glaðir með þetta. Jón Ægir búinn að biðja rigningu í mörg ár. Já, ég ætla bara að senda afsökunar Benni. Þetta var hérna bara loading problem. Við vorum alltaf með eina fasta regnkeppni á tímabili hérna áður fyrir. Síðan kom hérna custom weather, það sem og við höfum bara varla fengið regnkeppni síðan. Við höfum alveg fengið smá, en þú veist ekki kannski eins mikið og menn voru að vona eftir. Þetta random... Mitt. Það þyrfti að vera hægt að stilla prósentunar á randominu, svona aðeins að eiga við þetta. Mitt. En... Þetta að koma hérna... Eigum við að segja að við ræsum eftir 3 mínútur? Já, bara 51. Það sé ekki úr stressi. Sjá. Ég setja henni yfir. Fyrst 8. Sjá. Hilmar, Davíð, Viktor, Jay, Oliver, Hilli, Jón Ægir, Toppi, flott, það komið top 8 og 10, Ari, Sindri 10, Jón Brynjar
11, 12. Nú bara allt tilbúið. All right. Tilbúið. Þá ekki til neina að bíða nema að klukkan slái menn þurfa aðeins 51. Þetta taugar þar hjá fólki, held ég bara núna. Já. Þetta var ekki smá rigning, sko. Þetta var alveg bara full on wet, sko. Já, mér finnst þetta sjálfur leiðilt. Þetta hefði verið skemmtilegu darradans að fá þarna X í kladdan, eða hvað var að segja, óvæntan faktor. Já. Það er fyrst í liðinu að byrja á regndansi. Það var eitthvað að stríða með tölvan. Þá maður segja hún hefði verið að stríða öllum með því að láta okkur fá rigningu hana í eitthvað preview. Segðu, þetta er... Svona er þetta. Þannig að sjáum við Fuji fjallið fyrir aftan Carlos í mynd. Þaðan kemur náttúrulega nafnið á brautinni Fuji. Þessi braut sést frá Mount Fuji. Og þetta er alvöru kappakstursbraut. Þetta er... Já, mér skilst þú sem mjög vinsæl fyrir, sérstaklega fyrir mótorhjól. Já. Mér finnst þetta alveg rosalega skemmtileg braut. Ég veit hún fer svona í misjant í menn, sumir fílana, aðrir ekki, sem á yfirleitt oftast tekníska brautir. Það eru yfirleitt annarkvort elskaðar eða mislíkaðar. Þetta er svo braut ég hataði mest á öllum leiknum í mjög langa tíma. Já. Og ég geta sagt þér að ég var að tala að ég búinn að taka hana pínu í sátt. En það er pín. Það er ekki alveg þessi síðasti S-kabli. Já. Að ná honum sko trekk í trekk alltaf eins og þar líka ná ég að snúa mér í gær. Já. Kostaði mig, ég vil meina 3. sæti. Já. Hún er svo vant með farin. Ég veit það. Þetta er erfið braut. Það er bara eitthvað sem maður þarf að bara takast á við og takla. Það er við og kannski segja bara 1 mínútu, sendu núna 1 mínútu, þegar þú ert nefnilega að keyra, þá sérðu ekki tíman. Sendu 1 mínútu, svona, fyrir þá sem út á braut. Það maður sér nefnilega ekki hvað klukkan er, þú ert að keyra. Já, og maður veit að menn svona aðeins. Það er á brautinni, þið byrjum þetta. Já, hvað? Núna bara, þegar þú ert tilbúinn, þá ræsum við þetta bara í gang. Já. Ég ætla að segja það hérna eitt sem ég sé í settingunum að ég gleymdi að setja require type hard, en þetta vita allir eða ekki. Ég vil ekki að resetta. Það vita þetta allir. Það vita þetta allir. Við keyrum bara keppni í gang. Það vita allir að verða nota hard. Já, við verðum bara að gera það fyrir því. Já, ok, þá bara starta þessu. Start race. Let's go racing. Já, það vita allir að verða nota hard. Það er enginn að fara að svindla á því. Eða nútfæsið það. Ég veist það. Við bara höfum auga á þessu. Það er ekki svona að lesa þessar smáatriðsleiðbeiningar í keppni. Þið bara vita að verða nota hard og það er ekki eitthvað meira að ræða. Þetta er bara að presta á, baby. Algjörlega. Hilmar fremstur manna á ráslínu, Davíð Adams annar, Viktor 3. og Jón Þór sá 4. Ljósin eru komin í gang og það er komin tími, so let's go racing. Vistu J-Fay vera að stað? Já. Hilmar virðist með þokkaleg start líka, þeir eru nú allir á sama bílum, hann er sástu Jón Þór? Nei. Svo hvílíku tímina. Nei. Hvað var þetta? Og Viktor er aftastur. Hann var 3. Hann var 3. Herru. Og þarna fyrir Jóna út af. Já. Sleppur skemmt. Viktor 10. hérna.
Ég skal segja ykkur það, en það er Davíð Adamsson leiðir, Hilmar er annar og... Þeir eru báður á medium, Mr. J eru hard, Sindri, Toppi hard, Lando hard, Ólafur hard. Það eru allir á hardni með fremstu tveir. Ok, það verður auðvitað munadekkin út frá þessum upplýsingum. Þetta er alveg rosalega stíkar. Já, fer svolítið vel út fyrir Davíð hérna. Og það er mikið slagur hérna 7., 8. og 9. sæti. Það er hann sagt eða sleppur hann eins og hann. Það er mikið slagur hérna 8. sæti. Ég myndi fara þar, ég verði þú. Já, við erum með þetta hérna. Það eru 4 hérna. Það verður sama dramað og í fyrsta ring. Hérna er 4 bíla barátta. Oliver, mikið að góðum ökumönnum aftarlega. Oliver hérna að reyna að fara innan á Jón Brynjar, hann er með innri línuna í næstu beygju. Jón verður ekki að gefa þetta eftir. Nær Viktor að nýta sér þetta. Nei, Jón. Já, Oliver hafa bara eins og hann hefði gefið honum pláss hana. Þetta er hörku barátta. Jón Brynjar, hann keyrði á bannhýði, styrkaði fótur og Ólafur frá framhjólnum. Já. Þetta er bara andvend. Sko, Sindri byrjaði 10., hann er 4. Já, spáðu því, það er ágætt svo. Já, það voru þarna hróplingar, við þurfum að skoða. Toppi Thompson byrjaði 8., hann er 5. Þetta voru mikið darðast hann í fyrstu beygju. Viktor með pressu á Jón Brynjar, hann er í slippinu núna, hann ætti að geta tekið fram úr honum á beinakaflanum því að hann er þann nálægt honum og þetta er langur kafli, þannig að ef þú kemst í gott slipp þá dugar það. Eða hvað? Þetta kemur Hondan. Allt og seint að bremsa þarna. Viktor er komin í næst síðastætti. Það var bara, gerði vel að stýra fram hjá mönnum hana svo ekki yrði einhver árekstur. Nú er 3. og 7. sæti komin í síðustu 2 sætin, 11. og 12. Já. En það er, við sáum það ekki Hannes. Hann er að horfa, veit ég sá það að það er margt hægt. Með stabilu vakstri. Það er svolítið erfitt. Viktor og Jónæði, þeir eru 16-17 sekúndur fyrir aftan Davíð Adams. Það er líklega óbrött brekka, til að segja. Já, það er svolítið. En svo náttúrulega eftir að koma stratt inn í þetta og hver veit nema komi hérna þrjumir skýjur og rigning síðan meir. Það getur ekki beint út fyrir það, en þú veist, við lifum í voninni. Hann fer rosa vítan Davíð Adams í þessa beygju og ég velti fyrir mér hvort það sé eitthvað minni brautar takmörk á þessari beygju því að mér finnst hann vera alveg komin langt út fyrir Partur 7. sæti. Langt út fyrir hérna hýttu og rauðu línuna. Hann siksaka mikið á brautinni sem hann er ekki hrifinn að þurfa að taka svolítið sína línur. Tekur varna línu hérna, Lando fer á utanverðu. Og innanverðu, já. Fyrir aftan Oliver er Ari Lyngdal að pressa. Þetta er bæði baráttan 7. sætið og svo 8. sætið. Þetta er athyglisvert, sjá þetta. Svo bara leiðum við að róast aðeins á braut, þá skulum við skoða atvikið hérna frá fyrstu beygju. Já, flott út með lyklaborðið reddi og... Já, ég náði að merkja þetta, við bara vonum að tæknin verði góð við okkur og þetta gangi allt upp. En það er bara, ég tími ekki að skoða þetta akkurát núna því að það er mikið að gerast á brautinni. Þannig kannski eitthvað aðeins að róast.
nokkuð þéttina á milli manna enga síður. Það helst bara 7. sæti okkur sem stendur. Akkurat, það það sem við Ólöf erum að horfa á. Já, og Landó fyrir aðeins út fyrir ættum við að missa aðeins. Já, Ólöf komin í drafsveginn. Dramatískt. Vel gert. Strax hann inn á hann, kom úr kjölsvaginu. En sjáðu Landó. Vel gert. Operander. Ólífer með hinir í línuna. Þetta sýtsa nú. Það tókst ekki. Þetta lætur að Ólífer lætur að stikka eða hvað? Já. Þetta kom í Ólífer. Vel gert. Fór svolítið vítt í fyrstu beina sem gerði Carlos kleift að halda þessum bardaga gangandi. Já, Ólífer gerði það flott Operander. Algjörlega. Bara spurning hvort að Landó hafi eitthvað svar. Horfir á tímana, ég aðeins að skauta yfir tíman hjá Jónægi og Viktori. Það svona stundum gerist að maður ætlar að bæta upp fyrir tíman og það of aggressífur að ná tilbaka sem að missa. Það getur verið rosalega hættulegur leikur. Algjörlega. En það nóg eftir, við erum búin, þetta 5. hringur, það búið bara 1/8. Þannig að það ennþá nóg eftir. Ég sagði áðan að Hannes heldur betur að láta að telja hraðan. Það ákveð sem þarf að gera, það bara setja í head down, bara keyra þitt reis. Ekki vera of aggressífur. Eins og til Viktor gerði á hann ætlaði greinilega að taka dive bomb dauðans. Það var bara aðeins svo mikið af því góða og hann bara endaði út í varabrautinni. Ég held þú ættum bara að kíkja á startið til þess að líka eiga inni. Það kemur eitthvað drama og við líka geta séð það á braut. Ég skal halda á að fylgjast með. Settu bara á startið. Ég skal fylgjast með sem í gangi. Við erum fyrir aftan Jón Þór. Sjáum dívisar á milli þeirra. Fer allt og vitt, truflar. Hann kemur samt tótalega vel til þessu rétt snertir fyrstu 2 en við þurfum að sjá þetta aftur og færa okkur aðeins neðar listan til þess að átta okkur á því hvað gerðist þarna í alvörunni. Ok, við fara hérna aðeins neðar. Hvað er túrsetninga? Myndi ég fara á miðsendi? Ég er þá að horfa á replay. Já. Það er mikið stafn Þetta er Hilli D hérna sem er að valda þessu mayhem í fyrstu beygju. Það er spurning hvort það hefur greitt eftirmála. En Hilmar var í þessu tölu orðum að taka fram með Davíð Adams, hann er komin í fyrst sæti. Þetta medium menninir dekkjarlega séð, þar að segja. Þeir eru... Já, þetta er bæði Toppi og... Já, þetta er eitthvað sem maður þarf að skoða eftir keppni. Svolítið. Það verður kannski bara fyrir kærmál. Það eru nokkra dýfur hann í gangi. Já. Þetta var mjög... Það var samt allt saman svona á að líta fljótu. Ég er ekki sjátt Jens ykkur eins og þú. En sko, ég er að spá, ég náði ég replay af Davíð Adams. Nei. Máttu reyna. Herra, já, því miður við mistum af því í miðju replay þarna, það lítið við því að gera, svona er það. Ég ekki bara sagt hvað gerðist, Hilmar, hann var bara komin í skott af Davíð og náði betra exiti fyrir langa kaplan, startkaplan eða lokakaplan, eitthvað lítur á það, og náði bara að vera í dragsvögnum og skauð sér fram. Það var ekkert drama þannig, þetta var bara fagmannlega vel gert. Hilmar er greinlega bara að sýna sér mátt, því hann er núna 2 sekúndur fram úr Davíð Adams. Já. Setur hraðasta hring. Já. Og dekkin hans, hann er á medium á 8. hring og þau eru nú bara í ágætis ástandi. Það er eiginlega bara nákvæmlega eins dekkin hjá Davíð Adams, það er engin munur þar á. Þannig að
og Jón Þór sem á hörðum, hann ekki nema rétt rúma 2 sekúndur fyrir aftan Davíð, þannig að eins og sjáu, það ekkert alltof mikið munur á dekkjunum, kannski Jón Þór bara að keyra svona vel en menn hafa haft orð á því að það ekki mikið munur á alla. Gerðu replay og settu bíl 8 en 9. Jón, Ari Ringdal var að fara fram úr Lando Norris á nærði. Já, við sjáum hérna nokkuð nett, þröng en lét það ganga upp. Það var svolítið nudd, var það ekki? Ég sá það náttúrulega bara ekkert alvarlegt. Nei, okay. mér fannst þetta alveg slæta. Já, það er replay. Það var pláss og hann tók það. Mitt. Ok. Lando var það ekki að sleppa að síðan spyr. Menn mega náttúrulega ekki vera of naskir á hérna, ekki snerta mig, sko. Það verður oft smá nudd, sko, en þú veist, munur á hérna lagskipti hluti að racing, eins og sagt. Já, þú veist, það munur á því að nudda olbúðu smá og að vera með einhverjar dýfur sem eiga við engin rökk að styðjast Þetta er kannski kveiktið samt í Nando, þetta kveiktið í Nando. Nando er núna hugsanlega með overtake möguleika. Sjáum hérna, sko, Viktor fyrir aftan Carlos og að blikka hann. Og Carlos að dýfa sér og hvað? Já, nei! Kominn aftur fram úr, við þurfum að fá endur sér í góða. Já. Og hvað Viktor? Og Viktor mættur. Já, hann að fara inn og nýtt sér það líka. Og hvað? Ari, það keyrir eiginlega svolítið í, hann bara Viktor hann út af. Já, það má deilum þetta, skulum sjá hvað við náum þessu á replayu. Það var að skilja eftir plástur í bílinn, ef þau eru samsíða. Ég hélt að vera að gefa þetta eftir, en hann var alltaf með innulínu að það, en hann gaf þetta eftir hann Ari, held ég. Hann komið fram núna, Viktor. Já. Þannig að þetta svona heiðismannasamkomulag sem við erum ánægðir að sjá. Ef menn sjá að sér. Skulum sjá hérna. Já, ég vil meina Ari hafi síðast sér hann. Hérna sjáum við replayið, Lando skellir sér hann innan á og bara virkilega vel gert, flottu framur á strjónum. Síðan Viktor hérna með ytri-línuna, Ari Ringdal með innri, svolítið aftar. Já, þetta nei, mér sýndist þetta einu sinni valla að vera snerting, sko. Viktor fór svolítið vítt í beina, en Ari gefur hann innri línuna aftur, þannig að þetta að segja, en fyrst að þau svissuð aftur þá hérna lítið við þess að gera. Og nú Carlos kominn í skottið á Viktori. Það allt að gerast hérna. Og menn að nota blikkljósinn hérna á hvern annan. Og zigzagga. Heldur betur, þetta rosalega bara það í gangi hérna, maður. Það leyfilegt að zigzagga svona? Ja, það eiga nú að vera takmörk fyrir hversu oft þú getur siggað. Já, þú skiptir reislínur. There's a limit to the sick to the sack. Þetta má alveg sleppa, þetta svo miðri langur línu. Það ekki varnarlínur. Ja, Carlos fór vítt hana, Ari reyndi að fara inn á hann. Já, það mikið að sko beigjum það sem átt að bremsa þess svolítið niður og menn eiga til að fara pínu vítt og það alveg sko kjörið tækifæri til að ná beginni rétt. Eins og við erum búin að horfa bara hérna nokkur sinnum gerast í þessari baráttu sem við erum með augun á akkurat núna. Það baráttu alla braut, sko. Ræði. Já, maður bara, eins og segi, maður bara að velja að hafna hvað maður vil horfa á orðið, sko. Það gekk við 5. seti. Þetta rosalega barða hérna, össus. Gekk við 9. seti. Smá nuttana, ekkert alvarlegt. Nú ætti Jón Ari. Já, ok, fyrir ekki. Ekkert mál, Jón Ægir virðist að blanda sér í þessa baráttu líka, hann kominn fyrir aftan Ari Ringdal. Hilli og Sindri, 5. seti. Hilli auðvitað verðu, láta þetta halda. Nei, það tókst ekki. Carlos Ver tekur innri. Það eru 3 bíla pakki í 5., 7., 7. seti. Prófum að svissa yfir á það.
Ari komið sagt, sýnist mér hann og Jóna fram úr honum. Þannig að skulum prófa að sjá hérna hvað að gerast. Hilli, Sindri, Oliver. Þeir eru búin að vera þéttast, sko. Það var Oliver aðeins að detta hann aftur en þeir voru meira millera og alltaf þéttast. Jón Þór eitthvað að ná fyrstu tveimur eða? Ég bara spá í svona þegar að líður á mediumdekking hvort að það var svona nálægt svip. Davíð með aðeins betri tíma en Jón Þór hring eftir hring, þannig að það ekki að draga milli. Þá Davíð bara að keyra betur. Hann að keyra hálfur sekundu betur per hring. Jón Þór ekki að pressa. Hilmar bara komið með 4,5 rúma sekundu. Það allir sem hann setti í nýjan gír þegar hann tók fram úr Davíð. Já. Þetta, sko, svo líka spurningin, sko, Davíð að hægja á sér eða var Hilmar að fara að keyra hraðar? Var hann að bæta í? Eða Davíð nokkuð sterkur, sko. Hilmar að bæta í. Það þannig að hann búinn að vera með 28, 29, 29, 29, 29 og 30 og hann bara ekki að mæta því, hann Davíð. Nei. Hann ekki búinn að ná 29 hring. Þeir voru 4 hérna í röð hjá Hilmari. Já, 5. 4-5. Og hann var með sem 28 hring. Sem hraðasti hringurinn keppninnar hingað til. Þannig að það var meira Hilmar að spýta í lóna. Já. Annars held ég að Jón Þór sé í ágætum málum með að við að hann ennþá á hörðudekkjunum. Þau eiga náttúrulega eftir að svissa á medium top 2. En svissa bara hörð fyrirgefið því. Þá meðan að hinir eiga medium inni. Svo líka hérna sé að Viktor svona að skauta niður listan. Viktor á mesta bensín eftir. Þú veist, við hefum ekki búin að fara inn. Og líka, Viktor, hann að fara best með bensinni og Ari Lyngdal. Ætli Viktor sé á einu stoppi? Það aldrei að vita. Já, það aldrei að vita. Viktor, hann náttúrulega, hann náttúrulega, svona Evu og Eva nú heldur betur nösk á að finna góða strategíur. Já, það svolítið þannig. Sko, hann þarf að ná 20 hringjum, þetta bara 20-20 til þess að þetta ekki flókið starffræði. Ég hugsa, sko, með að við bensinveislan hjá honum að ætti hann að sleppa. Þetta alveg gerlegt. Já. Og þetta alveg langir kaflar. Sindri og Hilli hérna ekki langt fyrir aftan toppa. Aðeins búið að draga sturða með eitthvað síðan áðan. Viktor svolítið einn á síns liðs akkurat núna, hann tæpum 5 sekundum fyrir aftan Sindra og rúmum 5 sekundum undan Jón Ægir. Jón Ægir komin á undan. Já, hann að klára þessu upp. Já, komin fram úr Carlos. Viktor og Jón Ægir sem fóru svolítið illa út úr fyrstu 2 hringjónum. Já. Það aldrei að vita hvað gerir. Kannski Jón Ægir, hann líka alveg eins líklegur að taka 10-10 eða 20-20. Nei. Já, það komuð hana bíla sem voru aftarlega og komuð hana 2 sýndist mér svolítið aggressífur inn í fyrstu beyguna sem að gerði svona smá trekt og klúðraði þessu fyrir einhverjum. Já, það Konstantín effekt. Einn gerir annan og sem við kallar domino-effekt. Þessi beygja alveg þekkt fyrir að vera með læti í fyrstu beygju. Já. Eða fyrsta hring. Það var svona viðbúið, svolítið. Já, það hlaut að koma að þessu. Það var bara að ganga nokkuð vel í öllum keppnum fram að þessu. Það er ekki satt hérna síðustu 3 hringi, þá Hilli núna að segja á Toppa Toppsson. Hann að taka á honum, búin að taka hann halva sekúndu á hring og hann að detta í gjölsveið. Hann kom í 1,3
Hvað sæti það? Þetta 4. til 5. Hilli svona búin að virðstur að finna eitthvað grúf þarna. En auðvitað náði ég eyðileggja ef við tala það. Já. Já, og þó. Blaðurspörðun. Breytist oft hérna eitthvað línumenn taka hvað vilið. Það alveg með 1,5 á Hilla. Já, og var 1,3 því voru að tala það og hann búin að taka hann af honum sko 0,3 til 0,5 á hring hann Hilli af toppa. Svona því sko og hér eru menn á hörðum dekkjum að komin í pitus. Ari fer smá í kantinn hana, gæti hugsanlega fengið sekt sem kemur út af pit, en hann kemur inn á 15. hring til að skila af sér hörðum dekkjum. Já, þetta er hard medium, það hlýtur bara að vera. Já, það er ekkert ólíklegt. Það hlýtur bara að vera, ég get ekki ímyndað mér. Það er ennþá hellinga mönnum úti sem eru þá ennþá með hard mögulegan í gangi. Þetta er langur pittur, sko. Þetta er nefnilega langur pittur. Að þó sért alveg sko hálfu sekúndur hraðari þá Mér sýnist Hilmar vera kominn eftir 15 hringi á medium, hann sker línuna. Já, var þetta ekki það verður aðeinsvert. Davíð er líka fyrir inn. Já. Hann sker ekki línuna. Nei. Þetta getur verið stórt. Áhugavert að sjá hvort að þetta spurning, hann gæti hugsanlega mista við fram að sér við þetta. Ég ætla að fylgjast með eitthvað til Hilmar fái refsingu ekki. Hann var samt meira en 3 sekúndum undan honum, þannig að af hverju Hilmar setur svo ekki bensín? Þetta er mjög skrítið. Svo mann koma út hérna. Hann er ekki með sekt, hann er sloppið. Hann var kominn líka sko inn fyrir þær keilur eða lína í pit entry. En sko, hann er núna 13 sekúndum undan Davíð. Davíð fyllti bílinn og fór á hörð. Hilmar fór aftur á medium. Og það var þetta 24 hringi. Og hard. Davíð Adams. Ég veit ekki hvort að það dugar sko. Nei, þetta er mjög skrítið. Kannski það. Kannski medium hard. Kannski ætlar hann að taka gott hard sind og enda á soft eða eitthvað, ég veit ekki. Þetta er 25-15. Er það í alveg gerlegt? Ég er ekki viss að náir svo mörgum á bensínum sko. Já, það er eina ástæðan sem ég sé fyrir mér að hann geti vilja fylla bílinn. Já. Ég sé ekki rök í því nema hann gleymt ít að taka. Hilli er hérna í öðru sæti, komið fram úr toppa. Þetta alls konar vinklar sem ekki hægt að finna út úr fyrir bara á reynir. Þetta heldur betur búin að lýsa þessum efstu dildum hérna gegn tíðina og var búin að þurfa að éta blautan sokk hægra og vinstri. Sjáum að Hilli er með verri dekk heldur en Toppi. Hann er samt kominn upp í annarsætið eins og staðan er, en á eftir að fara í pit. Toppi kom með 1,5 sekúndu í refsingu. Hann er eiginlega, voru svolítið slemt dekkin á honum, það er svolítið munur á hann að fara 1,5 já. Sindri er með Toppi með góð dekk með við Sindra og Hilla. Já, Sindri er að eiga svolítið meira líka. Það er greinlegt að Toppi er að kvísla dekkin betur. Heldur betur. En það er ekki gott að kvísla því þú ert að fá 1,5 sekúndu í refsingu. Hann er að fara að missa Sindra fram úr sér. Já, klálega. Og jafnvel Viktor, nei, hann líklega ekki. Ekki það slemt. Hann mun minka bílið. Já, jú, 1,5 sekúnda, það er munna bara 2,5. Hann er að fara að missa líka Viktor fram úr sér. Já, þú tapar nefnilega miklu meira heldur en þessar 1,5 sekúndu. Já, þetta er svo slæm stað. Fylgjast með honum, hvernig þetta fer. Hérna kemur hann
inn í penalty-zónið og fægir á sér. Sindri komið fram úr og nú að vinna upp ferðina á meðan Viktor að nálgast. Viktor að fara fram á núna líka. Er Viktor að fara að taka Hannes á þetta? Það aldrei að vita. Hann þarf bara að taka núna 3 hringi á þessu dekkjum. Hann alveg að kvísla dekki vel, þá hann komin í hard gluggan. Þar allir, ég held að sé allir fremstu sem að gera þetta. Mr. J, Hilli, Sindri, Viktor, Toppi, Hilmar, sem leit vel út. Hann ég held að, já, þetta verður bara spennt að fylgjast með þessu. 20 sekúndur. Það Adams fór að hard. 20. Þetta svo fljótt að breytast. Þetta bara medium, versus hard. Það myndast bara hörku barátta fjórða sætið. Toppi fyrir aftan Viktor og Hilmar á 9 metrum. Kominn fram úr Toppa, já. Eða hvað, Toppi með innlínuna, en Hilmar náttúrulega með miklu betri dekk núna, fær betra grip. Tekur hann bara utanverðu hérna, já, þetta var aldrei í hættu. Það tölvöru munur á 9 metrum versus notum hörðum. Já. Þetta einhver kostur að taka medium stint versus 2 hörð, eða þess hard medium. Það þarf bara að skilja sér í pitstopparum, það þarf bara að vera með góða meðarhraða hörð. Og við minnum ykkur sem að horfa á að endilega skelliði thumbs up á vídeóið. Það hann að þumallinn sem að vísar upp á við. Kostar ekkert að henda einu like á þetta. Já. Það hjálpar helling. Þú sjáum Viktor, hann að halda eftir að toppa topsinni. Hann ætti ekki að breyk. Nei, þetta er erfitt. Dekkjamunurinn það mikill. Sérðu að hann að bara sigsakar hérna fyrir aftan hann. Og, já, henda sér inn á hann, vel gert. Vel gert hjá Elmari. Þetta var clean. Toppi kom með hálfsekundu, þetta ekki gott. Hann að fara svo mikið út fyrir strikki. Já. Dekki kannski orðin á sleip. Þetta erfitt stundum. Það spurning hvað hann á mikið. Sorglegt, hann var í 3.-4. sæti og hann að missa allt og mikið tíma á refsingum. Og Viktor að fara inn í pit og Toppi líka. Já, fyrir inn. Hann þarf að taka 21 ring. Hard. Síðast stundinu. Höldum bara áfram að fylgjast með Hilmari vinnarseiflistan. Næstur á dagskrá hjá honum Sindri sem að hann fer væntanlega bara í pit í lok þessa hring. En það er aldrei vitanum að við sjáum fram bara stöður áður en það gerist. Það þvílík keyrsla á honum Hilmar akkurat núna. Já. Sjáum bara í hverju einustu beygju og hann að vinna tíma. Já, hann ég núna til næstu beygju. Þetta er ekki spurningum hvort heldur hvenar og hvenar akkurat núna. Já, ég veit. Vel gert. Skemmtilega að vippa hann innan á. Og ætla Sindri að reyna. Nei. Það verður að villast að hann lítur að vita það að Hilmar á nýju dekkinu. Já, algjörlega. Hann veit alveg, þetta samt velgerð, hann að þrauka þetta að Sindri. Núna fyrir Hillin og nú fer Mr. J inn. Hilli að fara inn. Eins og sér á dekkjánum þá harddekkin að fara 20 hringi, en ekkert mikið meira það sko. Vá. En já. Þú fáum að sjá munni á þessu, medium og hard.
Þegar medium-mennir, þegar medium-dekkjamennir að láta þetta telja. Já, hann komin 17 sekundur rúmar á undan Oliver. Oliver fór náttúrulega, hann á medium-dekkjum á meðan að Davíð Adams 20 sekundur aftan Hilmar, hann fór á hörð. Þannig að Hilmar svo eini í keppninni sem á eftir að taka hörðdekk. Það einhverjar óskyggjur hérna sýnist mér í tjattinu, dökkt yfir brautinni, mér sýnist það ekki vera neitt rosalega dökkt yfir brautinni. Það komið eitthvað dökkt ský. Það fyrir kannski eftir í hvað áttu horfir, en það lítur nokkuð vel út. Ég ætla að kíkja við spanna. Kíkja við spanna. Já, 30. Engir kannski því miður á leiðinni miður. Engin rigning í kortunum því miður. Bara með 18, það er hálf mínúta biturinn. Þannig að hann fær heldur betur að þetta ekki nóg. 80 sekundur ekki nóg. Það ennþá mikið eftir. Og svo mér helsta spursmál Davíð Adams, hann fór svo snemma inn. Ég vissi ekki að vera hægt að taka 24-5 hringi. En sko, ég að spá í, Oliver í öðru sæti á hálfsleiknum metri. Já. Og hann var aftastur áðan. Hvenær fór hann í pitt eiginlega? Ég líti að hafa verið að horfa á hann þegar hann var nýkominn út úr pitt þá. Af því hann var svo aftarlega áðan. Hann fór fyrstur í pitt. Já. Já, hann kannski hann að láta medium stinti sinn telja lengur en aðrir. Hann kannski að taka 14, eitthvað svona, það tók stutt, hard stint. Já. Klára og taka 2 löng medium stint. Ég held að það sé ekkert voðalega vanlegt árangurs. Þetta er aðalega Hilmar, hann þarf að ná, sko, hann með 22 sekundur á Davíð Adams. Og pitturinn hálf mínúta, það held ég sé ég þori ekki að fara með það hvað þessi pittur langur, sko. Og það semst, hann meira, ég held að það sé 40 sekundur. Ég sé það bara, sko, reyndar rótt glits í þessum. Já, ég held að sé alltaf 40 sekundur. Svo fyrir þetta mikið bens þú ert að setja á allt þetta, sko. Baráttur á brautinni í augnablikinu. Við erum aðeins að hoppa niður listan og sjá hvað í gangi. Já, hvað núna aðeins spennandi að sjá hversu lengi medium dekkin, hversu dekka verða. Svo náttúrulega ekki gleyma því að þó svo þetta komið fullt bil, kemur út, semst hard medium, þá ertu náttúrulega á hraðari dekkjum. Þannig að þó sjá hann á ekki fullu pitstoppi, þá er ekki eitthvað sagan sögð. Sjáum að Sindri fyrir aftan Viktor að pressa hann á ferskum medium á meðan að Viktor á ferskum harddekkjum. Þannig að Sindri ætti að hafa smá á hann dekkjalega séð og það ekki langt í næstu menn fyrir aftan sem eru Jón Brynjar og Tobbi. Jón Brynjar á medium, Tobbi á medium. Tobbi hérna að rippa sig fram úr eða hvað.
náði betri útkeyslu, komin upp að hliðinni á Jón Brynjari, sýnist þetta að vera komið hjá honum. Sindri eitthvað að vilja kíka en ákveður að dýfist þar ekki, bremsa seint hann Tobbi, en nær, já, hann nær þessu, vel gert, komið fram úr Jón Brynjari. Það svolítið vitt. En heldur þessu, vel gert. Sindri hangir í skottinu á Viktor. Nær hann að vippa sér fram úr. Það er komin í góðan bremsukafla. Viktor ver, Sindri fyrir að utanverðu. Heldur sínu af Viktor, flottur aftur í honum. Það voru 24 sekúndur frá Davíð Adams í Hilmar. Og Hilmar er á hard. Nei, Hilmar fór á medium aftur, eða ekki? Jú, ég fyrirgjöf, Davíð Adams er á hard, sko. Hann er 25 sekúndur fyrir aftan Hilmar, sem er á medium. Hilmar þarf að pitta aftur, en ekki Davíð. Ég held að ég er að skoða þetta, þetta er mjög óvísindalegar niðurstöður. Ég held að pittur sé 40 sekúndur. Nei, hætti nú alveg, Óvísindalegt. Já, við hringatíma, sem getur enda verið mjög blekkjandi. Það var að horfa á, þá verðist að vera, það verður 1.40, það er 10 sekúndur auka, og svo 2.03, það er 30 sekundur auka. Þannig að það er hátt í 40 sekundur pitturinn. Hátt í. Það er náttúrulega satt með náttúrulega bensíni en þetta er með fullri bensíntöku væntanlega þá. Já, og hvað þarf mediumenn að taka? Þú veist þetta, það er partur af þessu, að taka bensín, sko. Já, þannig að þetta er óvísindalegt, akkur sem stendur. Medium og hardmenn taka minst löng bensín, áfyllingarar. En ég er bara að segja, það er nóg eftir í þessu. Þetta er fyrst mér allavega. Þarna var Davíð Adams að fara inn í pit. Já, hann fer á hard, hann var búinn að fylla bensín á hann. Fer þá medium eftir hann núna. Hann fer á medium núna. Hann tók 15 á hringi medium. 10 á hörðum og svo átti hann að taka aftur 15 hringi á medium, þannig að hann þarf væntanlega ekki að taka bensín. Nei, hann tók ekki bensín. En hann kemur út hérna rétt fyrir aftan baráttuna sem við erum búin að horfa á, kemur út fyrir framan Tobba og fyrir aftan Sindra. Og ég get þá fylgst með því núna hvað hringutíminn að þörfur. Já, núna er hann sko 51 sekundur fyrir aftan Hilmar. Ég sko, hvernig tíminn að þörfur þegar hann kemur úr þessu hring, hvað kostar hann pitturinn? Hann tók ekki neitt bensín. Já, þetta verður áhugavert. Það lítur rosa vel út eins og maður horfir á þetta núna fyrir Hilmar, sko, en Ólífur Nói, við getum kannski tekið einhverja viðmiðun á honum. Hann er að fara í pit núna. Hann þarf að taka bensín. Ég sé bara Davíð, ég er að fylgjast með Davíð, því að hann, þannig að það er ekki skekkja á klukkunni. Ég sé nákvæmlega hvað hringurinn er svo langur. Og ég sé núna alveg glögt að hann tók pitstop án bensíns. Það voru 15 og 5, þetta eru 25. Sekundur, pitstop laust.
Þar kom hann ólífin og bensínlaust stopp, þetta 25 sekundur. Við mögum búast við Hilmari inn í eftir 3 hringi. Ég fæ hérna error. Já, ég að horfa á bara bíla krassa út allt hérna. Það krassaði hjá með tölvun. What the... Ég veit ekki hvað ég segja. Þetta hið versta mál, sko. Ég sitt hérna... Við vorum á 27. hring. Þetta skellett, það bara... Já, hörðu, hvernig best að snúa sér í svona? Já, ég með að segja til það. Má sjá. Ég veit ekki hvað stað var, ég veit ekki neitt, þetta það verður anskotin. Hvað segir menn í útsendingunni? Í ræsing með 13 hringi hlýtur að vera en sko Hilmar átti eftir að fara inn í pit og átti eftir að taka hörðudekki sín. Það Þannig að hann yrði þá að keyra þetta á hörðum að meðan aðrir geti farið á medium sem það þarf að ég verð að víkja ég bara Þetta skelfilegt. Ég gerði ekki neitt og ekkert. Það kom error message from PlayStation server. Það það sem ég fekk að heyra. Stóð á skjánum hjá mér. Herðu, ekki... Sko, ég að búa til nýtt lobby hérna, en sko, ég bara, honestly, ég veit ekki alveg hvað það snúið fyrir í þessu. Ég búinn að búa til nýtt lobby. Þetta náttúrulega... Það þarf eitthvað... Það ekki bara eitthvað dómnefnd að skoða þetta. Það voru bara að rýra þess á morgun eða eitthvað. Þetta með síma og Gunna. Við getum ekki gert þetta núna. Þið verður að byrja stöðvinningar hérna. Ég kom aftur með lobby sko. Ég hef búin að helminga reysi í 20 hringi. Ég meina þetta er eitthvað sem það bara að skoða. Ég get ekki ímyndað að við getum bara starta aftur. Og allir séu sáttur. Nei. Það verður að vera eitthvað sprint race eitthvað. Ég að spjalla hérna í útsendingagrúpu. Djöfusis, afsakið blótsyrðin. Já, þetta er erfitt sko að hérna...
því að það voru sko sá sem að var í fórustu átti eftir að taka hörðudekkin. Já, það er einhvern veginn bara að skoða hver staðan var og það er að sjá það á YouTube, en það er ekki leið fyrir okkur að útkljá þau núna. Nei, það þarf að setja upp annar reis. Já, maður sjá, eitthvað fyrir Það verður bara, ertu ekki ennþá með útsendingu? Jú. Var ég ekki bara að segja takk fyrir okkur í bili og... Það þarf að finna út úr þessu, það verður vantilega bara eitthvað sprintreis sett út frá stöðinni. Ég veit ekki hvað annað þetta er að gera. Þetta er bara tæknilegir, veist, ég fekk bara einhverja villu meldingu sem ég aldrei sé áður. Býtum við. Ég stík upp á sprintrace í fyrramálið, fyrir keppnina á morgun. Þá verður bara að finna út í stöðuna og hvað er best að gera og tala við keppendur. Það er ekki leið að útkljá þetta núna. Það þarf að skoða þetta. Já, það þarf að skoða þetta og hugsanlega taka þá klára keppnina fyrir hina keppnina bara á morgun. Ég er að meina það. Það er eina sem ég sé hægt að gera. Við hefum engan leið að við getum sett upp eitthvað fair race núna og láta það telja. Það er ekki hægt. Það þarf að skoða þetta og vanda. Já. Herðu, í þeim töluðu orðum þá bara byrjast við velveringar á þessu tæknilegu örðuleikum sem átt sér í stað. Þetta er agalegt, þetta gerist svona seint í keppninni. Eitt stíkur upp á að bara slúta stöðinni sem var, en það er náttúrulega mikið eftir að pitstoppum og menna mismunandi strategíum. Þetta er bara eitthvað sem race control þarf að fara yfir, myndi ég segja. Þetta er það er ekkert svona reglan, þetta er náttúrulega bara tæknilegir örðuleikar. Já, menn eru að ræða þetta eitthvað á netinu. Og auðvitað eru menn að dæla henni í chatinu alls konar athugasemdum. Þetta verður bara að fara yfir og ég myndi segja yfirstjórn GTS þarf að einhvern veginn að melda og finna lausn. Við erum ekki að fara að gera það núna. Það segir sig sjálft. Það verður ekki sáttu við það. Og ég væri það ekki heldur. Ég væri í stöðu þessara manna. Hvað segir ekki? Já, mér líst það. Ég er að skrifa hérna í chatinu. Já, það er... Þetta er... Já, í formúlunni hafa sprint racing. Þetta er náttúrulega ógeðslega súrt, sko. Já, þetta er agalegt. En eins og ég segi, sko, þetta er af því að við vorum á svona stað þar sem að sumir voru að klára pitstop sem að voru mjög framalega og þess vegna duttu þeir aftarlega á meðan aðrir áttu eftir að fara í pit. Þetta er ekki svo auðvitað að... Það er ekki góðlegt að hvað þá við núna í einhverju flýti. Það þarf að kíkja á YouTube upptökunar, það þarf að finna einhverja lausn. Það þarf hugsanlega að vera bara sprint race og það þarf að finna einhverja lausn. Þetta eru bara tæknilegir örðuleikar sem enginn getur gert við eða að ráði við. Við erum heldur betur að lenda í ýmsu hérna í gegnum tíðina í GTS Æsland. Þetta er ömurlegt. 13 hringir Rolling Stars stingur Hillu upp á. Menn eru svo farnir úr lobbyinu. Topp farin. Jóna er farin. Menn eru... Já, það þarf einhvern veginn að stinga upp ekkur og vera með sprintreis myndi ég gíska leggi til á morgun. Já,
við þurfum allavega að leggja þetta í nefnd og Þetta þarf að fara í nefnd, sjálfsög. það verður að skoða þetta gömlega þannig að ég held að við segjum bara gott í bili í þessar útsendingu og fylgist bara með á Gran Turismo samfélagið þar sem að þetta verður vantilega rætt og tekin ákvörðun framhaldið. Já, ég segja það verður, ég legg bara til núna og þeir sem verður að hlusta að það verður eitthvað sprintris á morgun og það verður bara raðið upp eftir, já, það verður kannski bara alveg nýtt reis bara. En það verður bara komið ljós. Því miður þá tæknin bara svona. Það ekkert við þess að gera. Og þetta bara leiðilegt. Já. Og fyrir þeir sem heima sitið, bara, já, svona bara lífið og Þetta var búið að vera svo skemmtilegt og fínt reis. Já, þangað til að tæknin bara var að stríða okkur. Þannig að, já, henni stjórnin, hann Dotti búinn að svara hérna, stjórn GTSI, hann segir það bara að skoða málið og reyna að finna lausnum allra fyrst. Akkurat. En fylgjast með, það gott að heyra og það margar uppástungur. En já, ég ætla allavega að slúta þessari útsendingu. Við náum einhverju niðurstöðu hér upp úr þessu, bara það enga síður á áætlun úrvalsdeildin á morgun á sömu braut og ég ætla bara að reikna með því ég ætla bara að reikna með því að verður sprintris á morgun, kannski verður á fimmtudaginn, það kannski líka aðtöku að passi fyrir alla að það verður sprintris mjög fljótlega til þess að klára þetta eða einhver útfærsla. Já, þú veist, og þá verður kannski líka spurning eins og Hildi segir henni í chatinu hvort það sé ekki tekið róleg start á þetta til að röðin haldist meira sængjarn. Já, akkurat. En þetta eitt af því sem þarf að ræða og taka ákvörðun og við klárlega erum ekki í aðstöðu til að gera það akkurat hérna núna og þannig að bara takk fyrir okkur í kvöld og við látum ykkur vita á Facebookinu hvernig þetta fer allt. En verið blessa bíli. Já, takk. Bye bye.